Hæ, hvað segið þið? Hvernig fyrir gullleikja að stað? Ok, ekki. Ég ætla að fara yfir svona léttmeti á laugardagsmorgni, þessar tekju- og kostnaðaráætlanir sem að þið þurfa að vinna núna fyrir gullleikið. Hafið þið unnið tekju- og kostnaðaráætlanir áður? Einhver sem hefur stillt svoleiðis upp? Einhverjar, nokkrar hendur, ok. Eins og Anna sagði þá heit ég Sunna Halla Einarsdóttir og ég er fjármálastjóri hjá Klaka Icelandic Startup sem er þetta geggjaða teymi sem að skipuleggja þetta gulllegg fyrir ykkur í dag. En ég starfa jafnframt hjá sprotafyrirtæki sem heitir Tactical sem fjármálastjóri líka, þannig að ég starfa hérna á 2 stöðum. Og Tactical hóf sína vegferð bara aðeins stutt þess að segja ykkur frá því að þetta svona kannski tengist ykkur aðeins. Þetta er sprotafyrirtæki sem var stofnað 2017 og tók þátt í gullleikinu sama ár, 2017. Þetta voru 3 stofnendur, þar af 2 forritarar sem ákveðu að hætta þessari vitleysu að vinna í banka, sögðu upp vinnunni og byrjuðu bara allir frá grunni í að stofna Tactical. Tóku þátt í gullleikinu, enduðu í 3. sæti og hafa nefnt sjálfur að þeim fannst að vera svolítið svona validation eða svona viðurkenning á því að þeir væru með eitthvað í höndunum, þannig að þeir ákveða að fara áfram og hérna erum við nokkrum árum seinna með 14 starfsmenn og hérna bjart framundan og skemmtilegt. Tactical, ég veit ekki hvað hefur farið kannski fram varðandi markaðsmálin og svoleiðis, bara aðeins stutt Tactical, en Tactical er að vinna á B2B markaði, business to business, og er SaaS fyrirtæki, Software as a Service. En hvað gerum við? Við erum að vinna eingöngu með fyrirtækjum, þannig að við erum að bjóða fyrirtækjum lausnir á sviði rafrænna undirritana, kannski þekktust fyrir það. Og þar erum við að umbreyta alls konar svona flóknum svona skjölum yfir í rafræna ferla sem svo enda með undirritun. Þannig að ef þið hafa kannski skrifað undir og kvittað á einhvað í tengslu við tryggingafélög, fyllt út eitthvað form, kvittað undir, þá er mjög líklegt að það er í gegnum Tactical. Að það sé í gegnum Tactical. Það er svona þannig, við erum svolítið svona bak við tjöldin, lausn. Og hvað ætlum við að byrja? Já, ykkar verkefni í gullleikinu. Bara aðeins stutt þetta. Þetta er bara á gullleiki.is, þannig að þið getið séð hérna, við erum kannski búin að fara yfir mestmegnis af þessu hingað til og eitthvað eftir núna eftir hádegi líka. Þannig að vandamáli lausnin, teymið, viðskiptavinurinn og markaðurinn, samkeppnin og fleira. Þannig að ég er í síðasta punktinum með ykkur í dag og ég er svona aðeins, ég fer aðeins bara í þetta Þetta er þess að lýsi tekjum og kostnaðarlegum í grófum dráttum fyrir næstu 12 mánuði, hvernig munið þið fjármagna næsta ár og hvert er tekjumódelið. Þannig að þetta er rauninni þrískipt. Þannig ég ætla svona að reyna að forma fyrirlesturinn svona. Bara hvert er tekjumódelið? Eru þið búin að hugsa hvers konar tekjumódel þið eru með? Við réttum hönd. Ok, einhverjir. Þetta er eitthvað sem þið þurfið 100% að pæla vel í. Næsti punktur lýsir tekjum og kostnaðarlegum í grófum dráttum fyrir næstu 12 mánuði. Og þó að ég sé með fullt af Excel-skjölum í mínu fyrirlestri, þá viljum við ekki fá Excel-skjöl frá ykkur í ykkar pitstecki. Það er ekki sem við viljum. Við viljum ekki fá neitt viðhengi Excel-skjal. Þið þurfum bara að vinna það sjálf, þannig áttið ykkur á því hvað erum í höndunum, en þið þurfum ekki og eigið ekki að skila því inn til okkar bara, svo ég taki það fram. Og svo að 3. punktur, hvernig mun þið fjármagna næsta ár? Og þá þurfum þið svolítið áttað ykkur á því hver er ykkar fjárþörf fyrir þessu verkefni eða fyrirtæki næstu 12 mánuði. Þannig að við byrjum bara á hvert er tekjumódelið. Tekjumódel. Hvað er tekjumódel? Þetta er rauninni bara hvernig fyrirtækið mun afla tekna í stuttumáli. Og það eru til hin ýmsu tekjumódel. Þið eru til dæmis með einfalt tekjumódel eða jafnvel mix af alls konar nokkrum tekjumódelum. Þannig að þetta getur til dæmis bara verið vörusala. Þið eru bara með einskiptissölu og það er til dæmis bara IKEA, kaupir 1 stól, þá er það bara vörusala. Það getur verið áskriftalíkan sem er þá eins og Spotify, þá eru bara eitthvað mánaðarlega greiðslur að tikka inn og það er svolítið svona fyrirsjáanlegt, þannig að þið eru kannski með X marga viðskiptavini og þeir borga X mikið á mánuði, þannig að þetta er svolítið svona fyrirsjáanlega tekjur þá ef þið eru með svona gott yfirlit yfir hvað þið áætlið að vera með marga viðskiptavini yfir árið eða mánuði, eitthvað slíkt.
freemium, ég fann ekki alveg nógu gott íslenskt orðið við þetta, en það til dæmis eins og LinkedIn, þið getur notað LinkedIn frítt, en svo getur þið keypt viðbótar þjónustu inn í forritinu. Auglýsingalíkan, það er eins og Facebook, þá er það bara drifið áfram á auglýsingatekjum. Þóknun, það er það eins og Airbnb, þá er því að taka ákveðna þóknun af sölu. Notkunartekjur eða pay per use, þá er það eins og Uber, þá bara borgið fyrir þann akstur sem að þið nýttuð, eða Tactical, við erum til dæmis með undirritanir, þá borgar notandi bara fyrir þann fjölda undirritana sem að hann nýtir þann mánuðinn. Leiga, þá bara bílaleigur til dæmis, og markaðstorg, eins og eBay og Etsy, bara dæmi. En þetta bara dæmi nokkur tekjumódel og þið þurfið svolítið að leggjast yfir þetta, bara hvernig er ég að fara að skapa tekjur? Er ég bara með eitt tekjustreymi, er ég með mörg og svo framvegis. Þannig að þið skoðið þetta svolítið vel. En þetta er náttúrulega eitt punktur þarna í ykkar verkefni. Næsti liður, þá erum við með þessa tekju og kostnaðar, lýsið tekjum og kostnaðarlegum í grófum dráttum fyrir næstu 12 mánuði. Og þetta þetta svona tengist allt inn á það sem að þið hafi verið að fá núna í gegnum Gullleggið og alla fyrirlesana og allar upplýsingarna sem þið hafi fengið hingað til. Markaðurinn, samkeppnin og allt þetta hnýtist allt saman og út frá því getur þið svo farið að stilla upp ykkar fjárhagsáætlun. En þegar ég vinn fjárhagsáætlun bæði fyrir Tactical og fyrir Klag og fleiri, þá er þetta allan það sem ég nota. Það er hægt að gera flóknar áætlanir, það er hægt að hafa þær auðveldar. Ég fíla bara að hafa mína áætlun svona fyrir auðvelda, auðskiljanlega og ég þarf líka að hugsa fyrir hvernig er ég að vinna þessa áætlun. Þetta er bara áætlun fyrir okkur í teiminu, þú veist, þá getur hann verið kannski tiltölulega auðveld. Ef þetta er fyrir fjárfesta, eins og Tactical til dæmis er með fjárfestingu frá brunni og þau þurfa að fá ákveðnar upplýsingar til sín, þá þarf maður kannski að vinna þetta eins öðruvísi, þannig að það þarf að kanna, þú veist, hvernig vilja þau fá upplýsingarna til sín. Og svo er hægt að vera bara með ótamarga kennitölur og flóknar formúlur og alls konar eitthvað. Þannig að ég er svona svolítið kannski að sýna þetta, bara eins og mér finnst allavega þægilegt að vinna þetta. Þannig að ég er alltaf með tekjuáætlun á sjálfsögðu, kostnaðaráætlunina sem að það er launaáætlunin og bara rekstrargjöld fyrirtækisins, sem gefur mér þó einhvern hagnað og tap niður á mánuð og ég vinn burn rate áætlun á Runway sem að sýnir mér þá, þú veist, ef ég er með x mikinn sjóðinn á banka í dag, hvenær er peningurinn búinn. Þannig að ég viti með nokkurum góðum fyrirvara hvenær við þurfum þá í raun að fá aðra fjárfestingu fyrir stofnendur, þú veist, nú þurfum við að draga kostnaði að þegar við sjáum að peningurinn er búinn eftir 5 mánuði, hvar getum við skorið niður og Runway segir okkur bara mánaðafjöldan. Runway búið eftir 5 mánuði sem dæmi. Þannig ég ætla svona að renna yfir dæmi svona burn rate og Runway á eftir. Og svo er ég náttúrulega að sjálfsögðu mig huga að þá fjárfestingar við erum að fá einhverja slíkar inn, einhver staðfesti styrkir sem eru að fara að detta í bundina eða endurgreiðsla á rannsóknar og þróunarverkefnum sem hafa verið staðfest af Rannís sem ég kemur aðeins betur inn á eftir ef við kannast ekki við það og vaxtagreiðslur og fleira. Þannig að ég fyrir mitt leyti þá er ég alltaf að hugsa út frá bankanum, hvað er að koma inn og hvað er að koma út. Og svo því ætlaði að fara að byrja að vinna þetta, þá þurfum við þetta að setja eitthvað forsendur. Þú veist, eru þið með eitthvað fyrra ár sem þið getur borið saman við, hvaða breytingar munu eiga sér stað frá því í fyrra. Ef þið eru að gera þetta frá grunni þá eru engar slíkar forsendur, þá þurfum við bara svolítið að gera eitthvað áætlun og ég fekk svolítið því ég er ótrúlega kassalaga að ég fekk eitthvað tímann frá einum aðila bara áætlun er bara áætlun. Bara þetta er áætlun, þetta er ekki, þú veist, raunveruleikinn. Og ef eitthvað breytist á leiðinni þá bara uppfærið áætlun og það er allt í lagi. Þannig að ég bara þetta er áætlun, það er bara þannig, ég þarf ekki að hafa þetta alveg niður á krónu. Þá er það, til dæmis, og svo skoða líka bara hver er ykkar tekjumarkmið fyrir næsta ár. Er ykkur ákveðin sölufókus á ykkur ákveðnum vörum, ætlaði að leggja rosa mikið púður í markaðssetningu á þessari vöru versus annarri, eða þú veist hver er ykkur svona markmið með næsta ár eða næstu mánuði. Skoða kostnaðinn, er ykkur svona stór fjárútlát sem eru óvenjuleg með við mánaðarlegar greiðslur.
Er einhverjar launabreytingar, ætla að ráða nýtt starfsfólk, er það að fara á erlenda markaði, erlend útrás. Allt þetta þurfum að svolítið að ramma inn á við leggist yfir Excel. Og eru þá einhverja fjárfestingi styrkir eða rannsóknar og þróunar verkefni staðfest, einhverja greiðslu sem þið eigi mögulega von á. Og já, bara aftur hvert eitthvað tekið módel áður en við byrjið svolítið að vinna í þessu. Þá ætlum við bara aðeins að fara yfir þá tekið áætlunina. Má sjá, og því að sjálfsögðu stilli þá bara ykkar tekið áætlun út frá ykkar tekið módeli. Og þetta svolítið bara í tengslu við þetta sem ég nefndi áðan, alls konar, þetta er vörusala, áskriftartekjur, auglýsingatekjur, notkunartekjur og getur jafnvel verið þægilegt að stilla þið bara þannig upp þegar þið byrjið í ykkar vinnu að áttu ykkur á því svolítið hvað ég að fá mikið inn í notkunartekjur, hvað ég að fá mikið inn í áskriftartekjur og svo framvegis. Þannig að þið stillið þessu bara upp þægilega eins og hendur ykkur best. Ég er ekki með eitthvað svona Excel template skjal sem ég ætla að láta ykkur fá því að ég tel að sé bara best fyrir ykkur að vera með þetta bara í puttanum. Þið þurfum bara að stilla upp hvað er þægilegast fyrir ykkur. Það er til náttúrulega ótal template á netinu og bara, þú veist, gervigreindin og veit ekki hvað, en þið, ég held að sé bara hollt fyrir alla að vera með þetta bara í puttanum, stilla þessu upp fyrir ykkur, þannig að þið viti nákvæmlega bara hvað er að gerast. Hérna er þá fyrsta Excel-skjalið sem ég stilti upp. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er bara tekið áætlanir og vörusölu, bara eins og IKEA, vörur 1, 2, 3, 4. Þið gefið ykkur einhverja forsendur með einingaverð og ákveðnum vörum og svo áætlið þið þetta. Þetta er einmitt þetta bara, þú veist, ef þið hafið enga sögu með fyrir sölu þá þurfið þið bara svolítið áætla og svo bara fylgjast með hvernig gengur og uppfæra ef eitthvað breytist á leiðinni. Og þá er það bara einingaverðið, fjöldi vara sem þið ætla að selja sem gefur ykkur einhverja tekjur þarna, hvað 13 milljónir á þessum 12 mánuðum. Gætu líka bara sama tabla nema að gefa ykkur aðrar forsendur með að vera með einhverja prósentu aukningu. Það gæti til dæmis verið eitthvað svona, hvað segir maður, svona árstíðasveiflur í sölunni. Þú veist, lítið að gera júlí út af einhverju eða jólafrí og þá kannski minni sala, eitthvað svoleiðis, eða meiri sala mögulega fyrir jólatörnina. Þannig að þá þurfum líka að skoða það og það er hollt fyrir ykkur að gera það upp og að vera með svolítið raunhæft sjóðstreymi, þannig sjáu svolítið hvað er að koma inn og hvað er að koma út upp og það sjá betur hvenær peningurinn er mitt búinn. Annað, önnur svona tekjuáætlun þar sem við erum að tala svona blandað tekjumódel og þarna til dæmis erum við með þá áskriftapakka, þá eru það áskriftatekjurnar, við erum með einhverja notkunartekjur, jafnvel kannski eitthvað svona uppsetningagjöld ef að notandinn eða viðskiptavinur þarf að borga uppsetningu á einhverju vöru að þjónustu og þá getur það tikkað inn. Jafnvel einhver útseldu vinna í tímakaupi og þá aftur bara einhverja forsendur og því þá stillið bara upp einhverju áætlun út frá því. Ég ætla að nefna að svolítið skemmtilegt hvað er þetta, einhverja 17 milljónir. Já, ég var að tala Tactical, af því að það voru bara að byrja 2017 og það var ekki alltaf til einhverju peningar. Og hvað gerir maður þá? Það var bara að hugsa í lausnum og ég man að einn stofnandinn hefur talað að hann hendi bara upp ráðstefnu og seldi inn á einhverja ráðstefnu sem tengdist geiranum, seldi inn á hana og fekk hann einhverja, ég man ekki hvað mikið, en einhverja nokkra milljónir í vasan sem hann gat þá nýtt áfram. Þannig að hann var svona hugsa kreatív og ég myndi mitt eftir annarri sögu líka frá einmitt tæknisbrota á Íslandi sem að fór að selja hvað var það, goshraun, hvað heitir það? Já, hraunbita eða eitthvað svoleiðis, fór að selja það bara til þess að fjármagna reksturinn í sprotanum á fyrstu stigum. Bara svona algjörlega random í tækni, hún er að vinna í tæknigeiranum. Og meira að segja líka minnum mig Airbnb á fyrstu stigum, þá vantaði mig eitthvað pening og fór að selja morgunkott, bara eitthvað svona algjörlega ótengt starfseminni. En fengu eitthvað svona nokkra milljónir til þess að borga eitthvað skuldir. Þannig að það er kannski ekki endilega, já þannig að það er alveg hægt að hafa ýmislegt svona upp í upp á að hlaupa ef að maður bara vantar pening. Ok, hvað er meira? Svo erum við launaáætlunina. Þá þarf að stilla henni svolítið upp hvað við erum með eitthvað x margar stofnendur, ætlum að ráða eitthvað starfsfólk, hvað er aukaplön með það? Hérna er einn góð tafla.
Hérna erum við með, bara ef við byrjum hérna efst, þá sett ég bara upp, það var einhver einn stofnandi og hann ætlar að ráða einn starfsmann og stofnandinn þarna með 1,1 milljón á mánuði. Svo gefur hann hérna starfsmanninu með eitthvað samgöngu- og ökutækjastyrk, það einhver íþróttastyrkir sem gefa einhver heildarlaun og svo hérna fyrir neðan þá launatengdu gjöldin. En þegar fyrirtæki að ráða einn starfsmann þá byrja bara að reikna endurgjaldinu. Skatturinn sem sagt segir ef þið eru að stofna fyrirtæki og þið eru eigendur fyrirtækis þá þurfið þið að reikna ykkur laun. Ef þið eigið að reikna ykkur laun, þið getið ekki unnið frítt hjá fyrirtækinu. Þannig að þið þurfa að googla að reikna endurgjald og skoða, það eru mismunandi flokkar sem þið getið skoðað. Það ekki það með sagt að þurfið að reikna ykkur full laun, þið getið jafnvel verið í hlutastarfi eða eru kannski með aðra vinnur samhliða eitthvað slíkt, en þetta svona eitthvað sem að skatturinn segir. Þið þurfa að kíkja aðeins á það. Og þessi launatengdu gjöld, þetta í rauninni þá með grunnlaunin þá eru fyrirtæki borga kringum 23% aukalega fyrir grunnlaun þeirra starfsmanna sem að þeir eru með í vinnu. Þannig að það ekki ókeypis að vera með starfsmann á launaskrá. Þannig að grunnlaunin hérna til dæmis eru 23,9 milljónir, heildarlaunin hérna neðst niður 29,4, þannig að þetta ef að mitt í kringu þá 23% aukalega ofan á grunnlaun starfsmanna fyrirtækisins. Þannig að þetta fínasta template sem að ég svo sem nota sjálf, þannig að þið getið alveg nýtt þetta ef þetta hentar ykkur. Svo það kostnaðaráætlunin. Það hægt að hafa hana líka einfalda eða flókna, því bara velja hvernig hentar ykkur best. Mér finnst best að skipta henni niður í kostnaðarverð seldra vara og svo bara annan rekstrakostnað. En kostnaðarverð seldra vara þá þessi beini kostnaður sem fellur til við að framleiða eða afhenda vöru eða þjónustu sem seld. Þannig að þetta alveg mismunandi eftir geirum, eða eru bara með, ef það búið til eitthvað frá grunni, þá alls konar íhlutir sem að þarf að kaupa. Ef við erum með einhverja tæknilausn, þá eru mögulega einhverjar hýsingar eða eitthvað forrit sem að þarf til þess að geta keyrt til lausnina áfram. En ef við hugsum bara, ef við seljum ekki þessa vöru eða ekki þessa þjónustu, myndi þessi kostnaður samt falla til. Og það þá í rauninni kostnaðarverð seldra vara ef hann fellur til. Þarna út frá þessum tölum eða þessum upphæðum þá getið þið reiknað út framlegð. Þannig að þið eru með heildartekjurnar sem að þið fáið inn í kassann og þá kostnaðarverð seldra vara, eða mínus kostnaðarverð seldra vara, en framlegðin sýnir þá hérna hvað mikið situr eftir að tekjum þegar búið að draga frá beinakostnað við að selja vöru og þjónustu til þess að greiða laun, markaðssetningu, leigu og fleira. Og bara eitthvað einfalt dæmi hérna, tekjurnar hérna eru 17, kostnaður seldra vara 3 milljónir, framlegðin kringum 14 og framleiða hlutfallið hérna 81%. Fyrirtæki hefur því 81,7 krónur af hverju 100 krónur í tekjum áður en annar rekstrarkostnaður kemur til. Ef að þessi framlegð mjög lág, þá bara spurning, borgar þetta sig? Þú veist, ef ég ekki að fá neitt út úr þessu, ég bara framleiða einhverja vöru og allir kostnaðurinn rauninni kostnaður seldra vara, þá situr rauninni ekkert eftir fyrir laun og markaðskostnað og annað, þá þurfum við aðeins að skoða og endum þetta bara, þú veist, get ég skorið niður eitthvað staðar eða þetta bara ekki málið. En þetta til dæmis mjög hátt mjög há framlega hlutfallinni í þessu dæmi til dæmis. Hérna stilti ég bara upp eitthvað mjög auðveldari, eitthvað sem svona einfaldari útgáfu af kostnaðaráætlun. Og þarna efst ég með kostnaðarverð seldra vara. Það bara eitthvað hráefni, umbúðir, flutningur í vöruhús eða hýsing. Þetta mjög random liðir, þannig ég stilti upp bara einhverju hugmynd að liðum, þið getur tekið þetta en það er náttúrulega til bara ótalmargir liðir sem þið getur bætt náttúrulega við í ykkar kostnaðaráætlun fyrir algjörlega eftir ykkar rekstri. Þannig að hérna eru við bara með aðgift á þjónustu, til dæmis ef við að fá inn einhverja ráðgjöf hérlendis eða erlendis og húsnæðis- og skrifstofukostnaðar, ætlaði að leigja skrifborð eitthvað staðar, ætlaði að leigja skrifstofu jafnvel og það er náttúrulega eitthvað kostnaður fyrir það. Og svo þau eru náttúrulega að vera með internet og síma og einhver annar skrifstofukostnaður.
Svo er náttúrulega sölu- og markaðskostnaður. Sölu- og markaðskostnaðurinn sem má ekki vanmeta, það fer yfirleitt alveg háar fjárhæðir í þennan lið og þetta þarf líka að skoða vel, mæla alveg með því. Það þú veist, allar þessar auglýsingar sem þarf að kaupa bara til þess að koma fyrirtækinu á framfæri. Funda- og viðskiptakostnaðar, jafnvel með einhverjum viðskiptavinnum eða einhverja gjafir, ferðakostnaðar eða farið erlendis á einhverja ráðstefnur í svona markaðssetningar tilgangi. Og jafnvel haldið einhverja viðburði, þeir kannski að lonsa vörunni og vilja bara koma orðin út. Þá er það kannski svona markaðskostnaður. Svo er það starfsmannakostnaðurinn. Það er til dæmis kaffikostnaður, kannski fínt að vera með kaffi á skrifstofunni eða einhver orkudrykki eða eitthvað, þú veist, við viljum bjóða upp á. Svo er bara svona ýmis annar kostnaður, gjaldfærð, smááhöld og búnaður, ég reyndar sett óvart ekkert annað, þetta er bara náttúrulega eitthvað dæmi. Þetta getur bara verið að kaupa tölvur og kaupa skrifborð og skjái og lyklaborð og eitthvað svoleiðis. Gjaldfæri hugbúnaður, þessi kerfi sem þurfa að kaupa til þess að láta allt ganga upp. Svo það er náttúrulega endurskoðun reikningsskil, það er náttúrulega eitthvað sem einhver þarf að sjá bókhaldið fyrir ykkur nema þið ætla bara að sjá það sjálf. Það er eitthvað kostnaður það, lögfræði og eitthvað svona. Þetta er þá bara dæmi kostnaðarlið og þá getur þið bara tekið áfram hvað hentar ykkur. En þegar þið eru bara að stilla upp þá þessari tekjuáætlun, launaáætlun og kostnaðaráætlun, þá getið þið bara að ramma þetta allt saman í þessa fjárhagsáætlun til að sjá hvernig landið liggur. Og í þessu dæmi, í þessu dæmi þá lítur þetta svona út. Þá erum við með rekstrartekjur upp á 17 milljónir. Við erum með laun og launatengd gjöld upp á 29 milljónir. Kostnaður verð seldra vara 3,2 og svo annan rekstrarkostnað upp á 8,2. Sem gefur okkur tap upp á 23 milljónir. Hvað er þetta að sýna okkur? Það ekki? Já, takk fyrir. Þetta sýnir þá ykkar fjárþörf fyrir næstu 12 mánuði. Og hérna sjáum við þá að okkur vantar 23 milljónir til að láta þetta ganga upp og hvernig ætlaði að brúa bilið, hvernig ætlaði að láta það ganga ef við ætlaði að fara að stað með þetta. Þannig að þannig að þetta er svona, að sjáum við það hér allavega. En svo það líka að hugsa bara fyrir hvern er ég að gera þessa áætlun. Þú veist, er þetta bara innra skjal fyrir stofnendur? Er þetta fyrir fjárfesta? Er þetta leita fjárfestingu? Þá þurfum við kannski að hafa mögulega eitthvað svona aðeins flóknari áætlanir. Og hvað vill fjárfesturinn sjá? Það er einmitt fjárfesta panel hérna á eftir, þannig að við erum endalega með spurningar ef þið eru á þeim buxunum að fara að leita fjárfestingu strax. Þú veist, hvað viljið þið sjá þegar við erum að presenta einhver gögn varandi fjármálin? Er það að vinna þetta fyrir stjórn? Er komin fjárfestir inn í stjórn félagsins eða hver er í stjórn félagsins og hvað upplýsingar vilja þau fá að sjá? Svo náttúrulega þekkið Rannís og Tækniþróunarsjóð. Já, styrkina svona þar, já. Þannig að það eru líka áætlanagerðir sem þau þurfa að skila inn og þau eru með einhver ákveðin template minni mig sem að þau vilja fá einhverja ákveðnar upplýsingar og svo annað. Þannig að þið líka þurfa að ramma inn nákvæmlega bara fyrir hvernig er ég að gera þessa áætlun. Þá erum við komin í næsta punkt þarna í verkefni Gullleiks sem er hvernig munið þið fjármagna næsta ár. Þannig að nú eru þá svolítið búin að sjá hversu mikið pening þarf ég á þessum 12 mánuðum og hvernig munið þá fjármagna þetta til að láta það ganga upp. Árið fer þá svona í það hvað möguleikar eru í boði, þá ætlum ég aðeins að renna yfir hérna burn rate áætlun og runway. En hvað er burn rate? Það sýnir okkur þá hversu hratt sjóðurinn ykkar er að renna út. Það er hversu lengi fyrirtæki getur lifað með núverandi fjármagni. Og runway sýnir hversu lengi fyrirtæki lifir á að það að nýta nýja fjárfestingu eða hversu langan tíma núverandi sjóður endist í mánuðum. Þannig að runway er í mánuðum, en burn rate sýnir svolítið svona bara myndrænt, já, hversu hratt sjóðurinn ykkar er að renna út. Þannig að ég tek aftur dæmið sem ég var með áðan, varandi 23 milljónir í tap. Þá finnst mér gott að vinna þetta svona, ég reynda með þetta á ensku, hérna það er bara heildartekjurnar eru hérna í línu 1.
gross burn eru bara heildar útgjöld fyrirtækisins, eða heildarkostnaður fyrirtækisins. Það eru þá 3. Svo er ég með net burn sem eru þá heildarkostnaðurinn af frádregnum tekjunum. Þannig að það er þá til dæmis í janúar 2,6 sem að er í rauninni í neikvæðir sem að ég þarf í rauninni að fjármagna. Og ef ég gef mér þær forsendur hann í gula að ég sé með í byrjun árs sjóð upp á 20 milljónir, þá þannig í lok mánaðar í janúar er ég með 17 milljónir sem að ég á eftir. Og ef við förum bara hérna eins fram í tíman, þá sjáum við hérna í september að þá er peningurinn búinn. Og hérna er hægt að sýna þetta líka myndrænt. Þessi mynd sýnir mér þá til dæmis að við skoðum fyrst súluritin, þetta græna. Það er þá bara heildartekjurnar, total revenue. Og næsta súla þessi bleik fjólubláa þarna, gross burn, sem er þá heildarkostnaður fyrirtækisins ef ég tek tekjurnar ekki með inn í. Net burnið er heildartekjurnar af frádregnum tekjunum, þannig að þið sjáið að brunin er að minnka hérna alltaf mánuð bæ mánuð, þannig að á 12. mánuði þá er hann nálgast núllið, ef við skoðum hann að vinstri ásinn, núllið er þar. Ef við fyrir einn tilbaka, þá sjáum við í desember er einmitt tapið upp á 80.000 kall, þannig að þetta er svona nálgast núllið þessi áætlun, þannig að ef ég hefði gert áætlun 1 ár í viðbót, þá mögulega hefði verið einhver hagnaðartölu sem við hefðum getað séð á þessari töflu. Þannig að þetta er alveg jákvætt. Svo er cash balance end of month, staða á sjóðnum í lok mánaðar. Þá þurfum við raunin að horfa á hægri ásinn, en það eru upphæðirnar, þannig að núllið er í rauninni hér. Þannig að þið sjáu þarna í ágúst. Í ágúst þá er bankareikningurinn að nálgast núllið, að komin á núllið. Þannig að þetta væri kannski jafnvel gott fyrir ykkar stjórn eða ykkar fjárfesta að sjá, hvað er þið að sjá fram á langt runway með því að gera svona burn rate áætlun. Og hérna, hvað ætla ég að segja? Já, man það ekki. Hérna er ég með runway líka, þetta eru bara sömu tölur og það er svona meira bara að tala í mánuðum, þannig að runway, kannski verður ekkert eitthvað ítalið í þetta, en september sjáu þið aftur að peningurinn var að klárast. Þannig að við erum með fulla 8 mánuði í lagi og hluta mánuðinum, þetta er bara einhver útreiknitölur, þannig að runway þarna er 1,4 mánuðir cirka með þeim tekjum sem við erum að fá líka inn mánaðarlega sem við höfum. Með því að vinna þessa vinnu, þá sést vel hver ykkar fjárþörf er yfir gefið tímabil. En hérna, þið sjáu þá svolítið bara hvað ykkur vantar mikinn pening. Já, og ég ætla að segja á hann að stjórnendur geta líka þegar vinna svona burn rate áætlanir eða runway, þá geta líka séð, er eitthvað kostnaður sem ég get skorið niður og þá farið þess að drilla ofan í raungögnin og séð hvort það sé eitthvað sem eitthvað staðar sem er hægt að spara eða fara að gefa ívarandi sölu. Þannig að það er svolítið svona gott að sjá þetta myndrænt. En með því, já, þá var mitt, hvernig ætla þið að fjármagna þetta? Og það eru hinar þessar fjármagnaleiðir sem er í boði. Ég ætla bara aðeins að renna yfir þetta, en það er svo, já, það er hvað fjárfesta og sjóða panel á eftir. En þá mun sitja aðili frá fjárfestingarsjóð, það mun sitja aðili frá Englandssjóð, sem eru svona fjársterkir aðilar sem eru að fjárfesta, og það mun sitja aðili frá Rannís, sem er þessi sjóður sem ég nefndi áðan, ég mun aðeins líka nefna núna. En já, þetta eru þá þessar dæmum fjármögnunarleiðir sem eru vinsalar í sprotageranum. Það er til dæmis bara bootstrap, þá eru þið ekki að gefa frá ykkur hlut gegn einu fjármagni. Þið eru bara svolítið að reka eitthvað fyrirtæki á þeim tekjum sem kom inn til ykkar og þið eigið það fulla, þið eigið fyrirtæki sjálf. Þið eru ekkert að gefa frá ykkur neitt hlut. Og
Og þetta alveg á vel við í fyrirtækjum sem jafnvel að fá inn tekjur snemma og geta svolítið nýtt sér sparnað og tekjurnar, en fyrir fyrirtæki sem í þróun í marga mánuði að orðna einhver sala á sér stað, þá kannski var þetta aðeins erfiðara. Og næstu það er hópfjármögnunin. Það er þá til dæmis eins og Carolina Fund eða Kickstarter, þar sem að þið getið þá auglýst einhverja vöru til sölu, eða þú veist hvað sem það er einhver vara sem að þið eruð ekki búin að búa til, en þið getið selt hana á einhverju framtíðardagsetningunni. Þannig að ef ég er til dæmis að fara að kaupa eitthvað á Carolina Fund, þá er einhver vara sem að ég er til í að styðja við og ég er tilbúin að bíða í 1-2 ár og fá hann afhenta síðar þegar fyrirtækið er búin að búa vöruna til. Og þá er þetta rauninni bara smá kickstart þarna í upphafi til þess að keyra þróun og framleiðslu af stað. Svo er náttúrulega styrkir. Það eru hinir og þessi styrkir sem að hægt er að sækja og þar er Rannís einn stærsti styrktarsjóður nýsköpunarseinunnar á Íslandi. En það eru alls konar styrkir í boði og það er inn á skapa.is, er það ekki? Já, ef við farið punktið hjá okkur skapa.is, það er rosalega gott yfirlit yfir nýsköpunarseinuna. Það sem þið getið séð hin og þessar styrkja umsóknir eða styrki sem í boði og í hinum þessum geirum. Þannig að það er rosalega gott yfirlit þar. Svo er það náttúrulega lán, þú veist, mögulega fáið eitthvað bankalán fyrir þessu, mögulega ekki. Það eru til lán sem eru þekkt innan sprotageirans sem eru lán með breytirétti. Þá semjið við eitthvað með þetta lán og þessi aðili sem að veitir láni getur breytt láninu í eignarhlut á einhverju, eða fengið þá hlutafé í staðinn á einhverju framtíðardagsetningu. Það væri kannski möguleiki fyrir einhverja. Og svo eru þessi viðskiptahraðlar. Stundum er einhverju peningar í þessum viðskiptahraðlum, stundum ekki, en náttúrulega ómetanleg reynsla í þeim. Ég held að Klak var með einhverja, ekki styrki, en það voru fjármagn í viðskiptahraðlum sem höfum verið með, en það er ekki reyndar í dag. Og svo eru þessi englar sem ég nefndi áðan. Veit ekki hvað englar eru? Nei, englar eru fjársterkir aðilar, oft jafnvel fyrrverandi eða þess stofnendur sem að hafa jafnvel hagnast kannski á sínu fyrirtæki og vilja fara í að fjárfesta sjálf sínu peningum. Það er oft þannig, en svo eru bara aðrir englar. Þetta eru fjársterkir aðilar sem eru að fjárfesta í fyrirtækjum. Og þeir eru kallaðir englafjárfestar í þessari senu. Og hann er svo sem að núna, það er englafjárfestingarsjóður sem kemur í panelinu eftir ekki. Já. Hann heitir sjóðurinn heitir MGMT. Já, hann er skilgreindur sem englafjárfestingarsjóður. Og kannski einn punktur með þetta, hann tala aðeins þetta hann Eyþór áðan, að það er, þú vilt ekkert endilega fá inn hvaða pening eða hvaða engil eða hvaða fjárfestingarsjóð sem er. Þú vilt helst fá þekkinguna með, þannig ef þú ert að taka inn pening þá þarftu líka að hugsa, er þetta aðili eða sjóður sem ég er tilbúin að vinna með bara næstu árin? Er hann með þekkingu sem hjálpa mér að komast lengra? Ef þetta er ekki gott mats, þá er bara hræðilegt að vera först í einhverju sambandi með einhverju sem gagnast mann ekki, en er svo með einhverja kröfur á eitthvað gagnvart ykkur, þannig að þið þurfum svolítið að skoða þetta mjög vel áður en ákveða að taka bara inn, þannig að ekki taka inn bara hvaða peningi sem heldur virkilega, þetta heitir eitthvað smart money, að taka inn einhvern pening sem að veit ykkur einhverja þekkingu líka. Svo er það FFF, það er Friends, Family and Fools, sem að vilja fjárfesta í eitthvað fyrirtæki. Þetta getur verið amma sem á fullta pening og vill endilega, hjálpa ykkur á stað, eða einhver ríkur frændi eða einhver rík frænka eða eitthvað. Þannig að þetta er kannski einhver innan ykkar nets sem væri tilbúin að setja smá pening inn í upphafi. Og svo eru það þessir vísi sjóðir. Þannig að þá erum við að tala þessa fjárfestingarsjóði á Íslandi sem ég held að Eyþór hafi nefnt einhver nöfn á hann, til dæmis Brunnur og Crowberry Capital og hvað fleira, fór að gleyma þessu, búin svo lengi frí, Frumtak, Kría kemur á eftir, já. Þannig að það eru hinur þessi sjóðir sem
fjárfesta í sprotafyrirtækjum og þau eru alltaf að leita af nýjum tækifærum og hafa mikinn áhuga að koma inn í gullleikið og sjá hvaða nýju hugmyndir eru að fara að spretta af stað og þau fylgjast með og fylgjast með flottum teymum sérstaklega. Ef þetta eru teymi sem eru virkilega dugleg að keyra hugmyndir af stað og eru algjöru dúerar, það er alveg mjög áberandi hjá þessum sjóðum og þau vilja frekar fjárfesta í A-teymum með B-hugmynd frekar en að fjárfesta í A-hugmynd með B-teymi. Þannig að ef teymið er ekkert að framleiða neitt eða gera eitthvað sérstakt þá er minni áhugi á þessum sjóðum. Þannig þannig þið fáið smá svona, fáið góða yfirferð vonandi frá þeim og verið tilbúið með spurningar ef það er svona eitthvað sem þið að spá með það. Ég ætla að nefna Rannís sjóðun, það er tækniþróunarsjóður líka. En það er núna einn frestur 5. febrúar sem gæti mögulega nýst ykkur vel, en það er nýsköpunarsjóður námsmanna. Það er frestur til 5. feb, en þetta er þá í rauninni, getið sótt þetta í þeirri von að fá inn háskólanema, ég held að segja á grunni eða meistarastigi, í sumarvinnu til ykkar og hann er þá á styrk frá þeim ef þetta er samþykkt. Þannig þið þurfum ekkert að borga neinn laun. Þannig þið eru þá með starfsmann í sumar sem er þá á launum eða styrk frá Rannís. Það geti mögulega nýst ykkur vel og ég hef alveg heyrt þó nokkur sprotafyrirtækin sem hafa nýtt þetta. Þannig að alveg 100% skoðið þetta. Og svo er hitt þarna, ég ætla kannski bara að fá að lesa þetta, þannig að skattfrádráttur á rannsóknar- og þróunarstyrk. Þetta er stærsti sjóður Rannís, er ekki samkeppnissjóður, heldur endurgreiðsla á rannsóknar- og þróunarkostnaði verkefni sem hefur verið staðfest eða stenst kröfur Rannísar. Þekkið þetta? Nei. Þetta er, þið verða eiginlega að þekkja þetta. Þetta er þið sækið sem sagt ef þið eru með verkefni, innan ykkar fyrirtækis, bara ykkar fyrirtæki, ef þið eru með styrkhæft verkefni sem er í rannsóknum og þróun, þá getið þið sótt þetta hjá Rannís og fengið endurgreiðslu á kostnaði einu svona ári við allur þá kostnaðurinn sem þið leggið til í rannsókn og þróun, þá fáið þið ákveð hlutfall endurgreitt tilbaka. Og þetta geta verið talsverða fjárhæðir fyrir fyrirtæki sem eru í mikilli þróun og eyða miklu pening í þróunarkostnað. Þá er þetta getur bara verið margar milljónir. Þannig að það er einhverjar kröfur líka með þetta, en hann kemur, ég man ekki hann eða hún kemur frá Rannís núna eftir, þannig að ef það er einhverjar spurningar með þetta, þá myndi ég 100% spyrja. Þetta er mikilvægt að vita að þetta sé til, það kannski ég veit ekki margir, mér sýndist ég ekki sjá margar hendur allavega á lofti með þetta. Og Rannís líka er með fullt af styrkjum sem hægt er að sækjum. Ég myndi telja að þegar þið eru búið með ykkar pitch deck í gullleikinu að þið geti jafnvel henni bara strax inn eða ekki inn í hvað er það sproti? Fræ. Það er ein umsókn sem heitir Fræ, fyrir örugglega betur ég var eftir í panel, en þegar þið eru búið með ykkar pitch deck þá ætti það nánast held ég heima bara þar strax í framhaldinu að henda þeirri umsókn inn í Fræ og það er 2 milljónir og það er alltaf opið fyrir umsóknir, er það ekki? Já. Og svo eru stærri styrkir líka í boði og það eru einhver ákveðnir umsóknarfrestir þar, þannig að þið endilega kynnið ykkur vel Rannís og tækniþróunarsjóð. Þá er ég held ég búin að fara yfir þessa helstu liði sem við viljum sjá frá ykkur í ykkar pitch decki núna. Tekjum á lið, tekjum á kostnaðarliðum í gróðandráttum og svo hvernig þið sjá fram á að fjármagna næsta ár. Þið gætu jafnvel, okkur eins og Eyþór nefndi, okkur finnst mjög gaman að sjá þetta eitthvað svona myndrænt, ef þið til dæmis geti hendi ykkur á tímalínu, við sjáum fram á að stofna fyrirtækið sjáum kannski að fá inn fjármagn hér, og hvað er að gerast fyrsta varan, hún launchast hér og þá fáum við inn einhverja tekjur, þannig að það er mjög þægilegt fyrir okkur að hafa þetta svona myndrænt og fallega uppsett. En bara ítreka aftur, við erum ekki að biðja Excel-skjalið frá ykkur, en þið þurfum klárlega að vinna að sjálfsögðu sjálf. Þannig að við viljum bara sjá að þið áttið ykkur á því hvað er tekjumódelið, hvernig er ég að fá tekjur, hvenær eru tekjurnar að koma inn, hver er svona mínu helstu kostnaðarliðir og hvað þarf ég mikinn pening til að láta þetta ganga upp, hver er fjárþörfin. Ég held að það sé ekkert meira, segir mann. Já.
Þannig ég segi bara takk fyrir. Hvað var mikill tími eftir? Einhverjar pælingar? Einhverjar spurningar? Já, fullt. Byrjum bara hér, svo geta ég kannski bara rétt þetta áfram. Hæ. Ég sem sagt forvitin, ég að vinna verkefni sem með, við erum að gera bara app og við erum búinir að forða eitthvað en við veitum að við þurfum að sækja styrk núna í sumar og við sjáum fyrir okkur ef við fáum þennan styrk og getum við klárað þetta fyrir ágúst en við vitum að við erum að fara að brenna í gegnum mjög mikið af peningi á svona cirka 10 mánuðum og þá kannski eftir 10 mánuði eftir að prófa allt áfram og undirbúa allt og allt sé tilbúið þá getum við byrjað að fá einhverja litlar tekjur. Þannig að það mjög lítið sem við getum sagt kannski á glærun okkar annað en hvað við ætlum að gera á þeim tíma. Ég veit ekki, þetta er eiginlega bara svona kostnaðaráætlun fyrir okkur næstu 12 mánuði. Ég veit ekki alveg hvernig við ættum að... Næstu 12 mánuði, já. Það er mjög eðlilegt fyrir sprotafyrirtæki að vera ekki með innan tekjur í marga mánuði til að byrja með, sko. Þannig að þið bara takið það fram og þá er það bara, við erum ekki að fara að gefa ykkur lægri einhverju þegar engar tekjur, það meikar engan sens. Ekki þessum gera. Þannig að þið bara nákvæmlega segja þetta, það sem mást að segja. Við sjáum fram á að vera að þróa vörun á þessum tíma, þannig að fyrstu tekjur eru, þannig að varan lónsast, ég veit ekki hvað það eftir 12 mánuði, þannig að við sjáum fram á að árið 2, þá fara tekjur að tekinn og eitthvað svona, en hvernig ætlaði þá að fjármagna, þetta tímabil að þeim tíma sem dæmi, en já, það er alveg fullkomlega eðlilegt að segja ekki neina tekjur að teka inn. Takk fyrir það. Hæ. Hæ. Ég heiti Sunna og ég frá hugmyndinni í Orden og við erum að fara að keppa í gullaginu og mér langaði svo að spyrja vegna þess að þegar maður sækir styrk hjá Rannís til dæmis eða bara styrki þá setur maður klárlega best case scenario. Það að vera með skrifstofu með kaffi og það að fara á ráðstefnu og það íþróttastyrkur og svo framvegis til þess að sýna fram á fjárþörf. En ég að spá í eins og þegar maður kynnir í gullaginu eða fyrir fjárfesta ef maður viljugur til þess að borða bara núðlur og fá engin laun og vera bara heima hjá sér að vinna hvaða jafnvægi velur maður hvernig sýnir maður fram á að telst það sem myndi fjárfesta bara upplifa það sem ekki raunhæft að ætla bara ekki að fá nein laun og ætla bara alltaf að taka strætó eða skilur hvað ég á við. Hvort vilja þeir fá bara raunhæfari áætlun þar sem að manni líður ágætlega og getur fengið mannsæmandi laun eða gott að sýna fram á maður sé vilju til að fórna ýmsu til að láta þetta ganga? Já, góð spurning. Ég getur klárlega spurt líka fjárfestina sem að koma eftir, en sko þetta sem þú nefnir með að reikna sér ekki laun, þú þarft að reikna þér einhver laun, bara samkvæmt skattinum. Þannig að þú mátt ekki hafa nein laun. Ég myndi telja að í þessu sprota geira að vera, hvað segir maður, vera smart með þann pening sem þú með. Þú að nýta þennan litla pening í að koma vörunni á koppinn. Ég held að það sýnir líka bara, sýni að þú tilbúin að gera allt þess að láta þetta ganga upp. Þannig að þú getur verið með kannski 2 áætlun bara best case scenario og það þá væntanlega þegar þú færð inn fjárfestingu, þú myndir fá fjárfestingu, þá myndi ég vilja gera þetta svona. Ef ég myndi ekki fá hana, þá þarf ég að gera þetta svona en ég myndi láta það ganga upp. Það myndi kannski ganga hraðar upp og þú myndi fá eitthvað peningarni í upphafi og þá gætur þú mögulega þurft að eyða meiri pening og þá varan líka fer á markað og eitthvað slíkt. En ég veit ekki, ég held að sé náttúrulega í sprota geiranum þá fullkomlega eðlilegt að það sé ekkert vera að eyða miklu pening í ákveðna hluti og það ekkert eitthvað held ég no fyrir fjárfestarinn sko. Ég hef kannski nefnt allavega þegar hann að koma frá MGMT Englandssjóðunum eftir, Kristján, hann hefur alveg talað mjög oft þetta að hann þolir ekki að fá, þau eru bara í alveg fyrstu stigum og eru bara með 20 milljón króna fjármögnun og ef hann fær til sín einhverja 2 foundera sem ætla að borga sér meira en 1 milljón á mánuði þá bara, af hverju í nenni sig ekki, það bara, hann vill frekar fá einhverja grændira sem að fara að harka og að fara að nýta fjármagnið vel í þetta, af því þetta það lítið, en svo þetta svo mikið
á hvaða stigum ertu. Þú veist, ef þú ert á fyrstu stigum, einmitt reyna að nýta nýsköpunarsjóð námsmanna, að fá einhvern nema til að taka það og reyna bara að eyða þessu bara eiginlega engu. Og eins og Erlingur á Kontrólan tala að það var mjög mikilvægt að vera frúgal, að nýta peningin bara mjög skynsamlega. Þannig að þetta er ákveðin blanda og einmitt það er ekkert eitthvað eitt rétt svar en ég held að það sé alveg almennt svona á fyrstu stigum þegar þú ert að harka, þú átt ekki að vera lifa voðalega hátt, sko. Þetta er svolítið, en því að þú ert að berjast upsætið, þú veist, já. En maður er alltaf að setja inn full laun fyrir alla starfsmenn eða getur maður sett hlutastarf eða... Já, eins og ég nefndi áðan, þá í rauninni þarf ekki að setja inn full laun samkvæmt skattinn og þú getur að vera að vinna þessa hugmynd í hlutastarfi sem dæmi, en það þarf bara að reikna sér einhver laun og svona samkvæmt svona bókhaldslega og eitthvað, þá getur þau skuldaði launin, skilur, eða átt ekki fyrir þeim núna og það stand alltaf einhvern veginn að reikna þau. En þetta er þetta reiknaða endurgjald sem þið þurfum að kynna ykkur. Ég maður til dæmis bara með, þú veist, Tactical hefur bara fyrst í stöðum, það var ekkert mikill peningu til og við vorum bara með eitthvað nokkra 10 skalla í budget til þess að innrétta skrifstofuna og það var bara eitthvað að fara í góða hirðirinn og keyptir eitthvað lúin sófi og þú veist, þetta er bara, maður þarf bara að nota það sem maður er með í höndunum svolítið. Takk. Hæ, hæ. Hæ. Mér sem sagt langaði að vita hver fyrsta leksían var sem að þú lærðir þegar þú byrjaðir bara með fyrirtæki og þú byrjaðir að búa til kostnaðaráætlun. Hvað var svona það fyrsta sem að þú hugsaðir bara, vá, ok, þetta er eitthvað sem að ég hef verið til að vita undan eða vá, hvað það var svona hjálplegt að komast að því snemma? Já. Erfið spurning maður. Já, sorry. Já. Já, það var klárlega kannski þetta sem ég nefndi mögulega áðan, að áætlun er bara áætlun, af því ég er svona ótrúlega mikil Excel-kassi í þessari áætlunagerð og eitthvað, að þú veist, það er í lagi að uppfæra áætlunina þegar forstundir breytast og það er bara í fínlegi og eins og bara skilin áætlunum til rannísar og eitthvað, ég var bara, þú veist, það er ógeðslega erfitt að vera að ákveða bara eitthvað og þetta er bara svo áætlun sem við ætlum að henda inn og hérna. Það var það sem ég fekk bara áætlun, er bara áætlun. En líka bara hvaða fyrir hvern er ég að vinna, þessar áætlanir og eitthvað. Veist, hvernig er best að stilla upp og mér finnst ótrúlega gaman bara að afla með fróðleiksum, alls konar tengslum við þetta. Fara eða betur, þú veist, hvernig þetta getur nýst þeim sem er að lesa þetta sem best og hafa þetta sem svona auðlesanlegt og þægilegt fyrir þann sem er að fara að taka á móti þessu. Þetta sé bara skýrt, mjög skýrt þegar hann bara opnar þetta. Ok, þetta er mjög svona vel uppsett og bara sér nákvæmlega strax einhvern veginn hvað ég er að horfa á í staðinn fyrir þá sem að tekur á móti þessu er bara eitthvað, ok, þú veist, hvar á ég að byrja. Þannig að þetta sé mjög skýrt fyrir hvernig ég er að vinna þetta og já, áætlun er bara áætlun, held ég. Kannski hef ég eitthvað betra svar á eftir það morgun eða eitthvað. Eitthvað meira? Er ekki bara komið hádegismatur eða hvað er klukkan? Já, hérna. Síðasta spurning bara. Ertu með einhverja sniðuða aðferð eða tips hvernig sniðugt að velja sér tekjumódel? Tekjumódel? Já. Þú þarf bara, já. Er það að tala um þess að fyrir þína vöru? Hvaða vöru ert þú til dæmis með? Mælibátur. Hvað séu? Mælibátur fyrir Hafró eða Veðurstofuna eða eitthvað svoleiðis. Mælibátur? Já, hann er sjálfvirkur. Ok. Og hvað ertu að selja þá? Gögnin sem hann mælir. Ertu að selja gögnin? Já, þú veist, það eru einhver staður sem þarf að mæla eitthvað á og báturinn fer það þangað. Þú veist, hann er ekki bara einhver staðar og mælir eitthvað að því bara heldur þú veist, viðskiptavinurinn vantar að vita eitthvað einhvern ákveðinn stað. Þá sendum við bátinn þangað og hann mælir það sem þarf að mæla. Ok. Ég myndi þá bara hugsa þetta út frá þeim sem er að fara að kaupa vöruna, þú veist, hvað er hann að fara að borga fyrir? Ég átti mig ekki alveg á því, er hann að fara að kaupa þá eitthvað svona notkun af einhverjum vegalengdum eða er hann að kaupa fast verð af einhverju, hann er ekki að kaupa bátinn. Það er eiginlega, við gætum líka selt bátinn, sko. Það er annað tekjumódel, skilur við. Já, það getur alveg verið blandað tekjumódel. Er eitthvað svona tips eða leiðir til þess að ákveða hvað tekjumódeli getur verið? Ekkert svona sem kannski með huga núna, bara að hugsa þetta út frá ykkar viðskiptavin. Bara hvað er hann
að fara að borga fyrir nákvæmlega, hvað er hann tilbúinn að borga fyrir þessa vöru og það var svolítið að kanna það líka. Ég man, það var eitt sproti sem var að selja einhverja vöru og var niður í bæ og bara spurði hérna, heyrðu, ég er að selja þessa vöru, hún kostar X mikið, ég er með rútu hérna bakvið, langar þér að koma og þetta var einhver upplifun, viltu koma núna og hérna skella þér í þessa upplifun og það var bara eitthvað já eða nei, hann fékk svona tilfinningu fyrir þeirra sínu markhóp, hvort að viðskiptavinurinn væri tilbúinn að borga þessa upphæð, þannig að þú þarft að skoða þetta algjörlega út frá þínum viðskiptavin. Já, hvað er hann að fara að borga fyrir, hvað er hann tilbúinn að borga, hvaða upphæð, já, manna ég kannski ekki með eitthvað svona í hausnum núna, eitthvað svona tricks til þess að ákveða þetta, en ég myndi alltaf hugsa þetta bara út frá viðskiptavinum. Ok, takk. Alright, það er ekki bara góð, var eitthvað meira? Nei. Ekki bara að gefa Sunnu ótrúlega gott klapp. Takk fyrir þessa. Geggjað. Takk fyrir, Sunna.